hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Þá komið að Trump-tímanum sem við höfum haldið hérna samviskusamlega alltaf á miðvikudögum í trausti þess að Donald Trump skaffa okkur alltaf eitthvað umræðefni til þess að spjalla. Ég núna með 2 herramenn, annars Bjarni Randver Sigurvinsson sem bæði guðfræðingur og trúarbragðfræðingur. Það sikkert þægið það? Það samtvinnast. Já, og svo Ólafur Þór Harðarsson sem vil láta kalla sig eitthvað prófessor á eftirlaunum. Emeritus. Til dæmis, eða aldraður prófessor. Aldraður prófessor. Heyrðu, að því að þú ert hérna, Bjarni Randver, þegar ég var að hlusta á ræðu Marco Rubio í München, að með það svo merkilegt að hérna, hann eiginlega að boða einhverja svona furðulega hugmyndum svona kristið tengsl, kristna menningu sem að tengir okkur og Bandaríkin saman. Og þegar hann var að tala þá hljómar allt sem hann að segja eins og einhver svona ómur innan úr svona kristinni evangelíski kirkju í Suðurríkjunum sem hérna, ég við nú spjallaðum áður og maður veit ekki alveg sko hvort það eigi einhverjar djúpa rætur eða einhverjar svörun í Evrópu. En samt klappaði fólk hana yfir einhverju kannski að fegileika yfir að það var ekki eins ruddalegur og T.J. Vance þegar hann kom hann fyrir árið síðan. Já, ég sá einhver staðar að einhver orðaði það munin á ræðu hans og Vance að Rubio hefði verið eins og hérna það veri búið að klína svollum varalit á svínið. Já. Og þá klappaði fólk og svo sem yfir hverju fólkið að klappa sko. Það að klappa yfir boðskap, einhverjar hvítrar, karlægar yfirburðarhyggju sem á rætur í þessari hérna hreyfingu. Þannig að við langar að byrja þarna á svona að þegar þeir koma til Evrópu og að tala hvað við eigum líkt, hvað við eigum samílegt, getum að raunverulega tekið markaðum. Af því að sko, þeirra sjónarhorn innan úr þeirra sko, svona kristnu stjórnmála hreyfingu sem að á sér ekkert svo mikla samsvörun í Evrópu. Sko. Þannig að ég held að Evrópumennirnir sko miskilja þá þegar þeir tala. Og þeir hljóta miskilja Evrópu líka og það viðbröðu við því. Það eitthvað svona menningaleg gjáðan á milli hérna, Bandaríkjanna eða forystu Bandaríkjanna í dag og Evrópu. Þannig ég held að sé bara, ég veit ekki, kannski ég bara að gera á mikið þessu. Ég held að sé bara erfitt að eiga þetta samtal. Þegar þeir tala einhver gildi sín, þá þau mjög afgerandi. Eitthvað sem að hérna, raunverulega ekki mikið til umræðu í Evrópu. Sko, ég hlustaði ekki Marco Rubio en ég las greina það sem var að fjalla það sem hann sagði og mér virðist að þessu að hann hafi einmitt eins og Vance síðan sko fara allt aðra átt en bandarískir ráðamenn hafa gert á þessum vettvangi síðustu áratugi þar að segja að sameiginlegu gildin ekki svo mikið standa vörðum lýðræði og svoleiðis heldur þeir að leita eftir einhvern svona sameiginlegum menningalegum bakgrunni til þess að réttlæta þessa kristnu þjóðernis stefnu sem orðin ráðandi í stjórnkerfi Bandaríkjanna í dag og kristindómurinn í Bandaríkjunum að ýmsu leyti ekkert alveg eins og kristindómurinn í Evrópu þannig að menn ekkert alveg að ná saman þarna með þess að vakningakristindómurinn eins og ég hef sagt áður hérna þegar ég komið til þín það tölur munur á evrópskum klassískum vakningakristindómi og evangelisma og þeim bandaríska í mjög mörgum efnum þannig að og svo hluti af kaþólskunni í Bandaríkjunum verið þegar samleið með evangelísku kirkjunni sem að líta kannski á sko páan þótt að segja amerikani sem eitthvað svona vókpáa og bara þeir ekki dánaði með það. Rómversk kirkjan náttúrulega risastór, vel yfir milljarður manna sem tilheyra henni og hún gríðarlega fjölbreytt. Það eru verulega íhaldssama stefnur innan rómversk kirkjunar sem
meðal annars hafa náð merkilega svona góðum tengslum við mjög íhaldsama evangelista í Bandaríkjunum. Það gerist alveg sérstaklega á 8. áratugnum sem tengsl myndast þarna. Áður höfðu evangelistar af íhaldssamum toga í Bandaríkjunum verið mjög neikvæðir í garð rómversk-kaþólsku kirkjuna en á 8. áratugnum þá náður þarna saman á sameiginlegum hugðarefnum varðandi fjölskyldugildi þar rómversk-kaþólskir áhrifamenn til dæmis gegnum Heritage Foundation sem ná að samfæra þungunarrofi og öðru slíku. Já, að samfæra evangelistana í Bandaríkjunum það fara að beina spjótum sínum gegn alveg sérstaklega fóstureyðingum svoleiðis sem þeir höfðu ekkert verið sérstaklega uppteknir af fram að því. En í Evrópu náttúrulega hafa líka verið mjög íhaldsamar stefnur innan rómversk-kaþólsku kirkjunnar sem birtist meðal annars í stuðningnum við fasiststjórn bæði Mussolini og síðan Francos. Opus Dei náttúrulega fær talsvert vægi á tímum Francos á Spáni. Eitruð tengsl kaþólsku kirkjunnar og fasismans þar eða falangalista. Og það voru alveg leiðir sem nasistar notuðu innan rómversk-kaþólsku kirkjunnar til þess að leita skjóls í Suður-Ameríku eftir síðari heimsstyrjöld. En á móti kemur þá ekki hægt að alhæfa rómversk-kaþólsku kirkjuna í þessum efnum fjölmargir rómversk-kaþólskir sem voru andnasistar, andfasistar, ýmsir þóttu mjög vinstrisinnar í rómversku Ameríku á sínum tíma og lendur endur upp á kant við stjórnanda ártaka rómverska rannsóknarréttarins sem síðan var Benedikt 14. Pái sem reyndi að Voru þau með fórnarlöfum stjórnvalda sem voru studdar að leyniþjónustu Bandaríkjanna? Já, algjörlega. En þegar við skoðum makarhreyfinguna þá hún samsett úr nokkrum trúarstraumum þegar trúarstrauma að ræða og varðandi rómversk-kaþólsku kirkjuna þá eru það svona ultrahægri sinnar, hefðarsinnar. Steve Bannon kemur úr þeirri átt til dæmis og síðan eru þeir sem hafa verið að fara frá evangelisma og þangað eins og J.D. Vance þeir fara út í þessa mjög íhaldssömu stefnur innan rómversk-kaþólsku kirkjunnar sem voru ekkert hrifnir af Frans Páfa og eru ekkert hrifnir af núverandi Páfa heldur vegna þess að þeir telja þá allt og frjálslynda og það er lengi loða við hefðarsinnan innan rómversk-kaþólsku kirkjunnar. Þeir hafa verið frá Jóhannesi 23. sem tekur við að Píusi 12. Í lok svona 58 og fram í síðara Vatíkanþingið á 7. áratugnum að þeir hafa margir hverjir verið óbóðslega ósáttu við þá stefnu sem Jóhannes 23. tók þar í að koma til móts við mótmælendur og gera kirkjuna mörguleyti rómversk-kaþólsku kirkjuna mörguleyti miklu frjálslyndari en hún var á sínu tíma. En þetta náttúrulega einn anginn af þeim sem standa á bakvið Trump þarna. Það eru fleiri. Það náttúrulega evangelistarnir sem gríðarlega fjölbreytt flóra í Bandaríkjunum, ekki ein skipulögð trúarhreyfing, heldur bara stefna sem við finnum innan ýmissa kirkjudeilda. Samt svolítið öflugt og skipulögt pólitískt afl. Já, þeir mynda tengslanir. Forystumennirnir hafa náð alveg frá 8. áratugnum áfram náð að mynda tengslanir sem gerir þeim kleift að virkja meðlimi innan ýmsu hópa og skoðanakannanir hafa sýnt, þó ég sé ekki með neina tölulegar upplýsingar fyrir framum í augnablikinu, að veruleg hluti þeirra sem skilgreina sig sem evangelista í Bandaríkjunum styðja Trump.
Mér minnir að það sé við talað um 80% það. Það er það sem ræður mestu, það ræður eiginlega meira heldur en þú skottur sér hvítur eða svartur. Já. Það er trúin. En sko það er fullt af og kallar á konur og stéttir og svona, það sem að vegur mest af þessu er trúin. Já, hjá þessu fólki. Ef þú ætlar að vera með forspáðum að hvað ætlar að kjósa, já. Ef þú segir þú að Kristinn evangelisti, þá er bara yfirgnæfði líkur að það var Trump. En þarna getur fundið sko meðal þessara evangelista, þú getur fundið stefnur sem eru mjög þjóðernin sinna, kynþáttasinnar, skarast við gömul gildi í Suðurríkjum Bandaríkjanna yfir í stefnum sem eru algjörlega öndveru meiði og samþykja til dæmis blökkumenn algjörlega sem jafn gilda og svoleiðis. En hvað svo sem enn dreifast yfir þessa flóru, þá er samt stuðningurinn svona rosalega við Trump. En síðan getum við fundið líka ýmsa aðra hópa innan Bandaríkjanna sem reynda ekki eins áhrifamiklir eins og evangelistarnir og þessir rómsk-kaþólsku hefðasinnar. Að það eins og það eru ýmsir íhaldsamir en nokkuð verhaldi hyggju sinnar gyðingar sem styðja Trump. Stephen Miller til dæmis er gyðingur og kona hans, þau komu þessar átt. Og síðan eru þarna líka fólk sem eru hindúar með hindúaska rætur sko, eins og Kaspar Patel, Tulsi Gabbard, þau komu úr þeirri átt. Það sem saminar kannski íhaldssömustu kaþólikana og evangelistana er svona trú á, við sem eiginlega nálgast eitthvað svona eins og efsta dag eða eitthvað, að öll þessi átök eru eiginlega bara milli góðs og ills, og í slíkum skilgreina átöki þannig þá má eiginlega allt sko. Því að þá er andstæðingurinn alltaf eiginlega bara sendibóði Satans. Já. Og þú eiginlega afmennskar hann, og eins og við bara hlustið á Trump tala, hann sækir þetta líklega í þessa veru. En að þú nefnir hindúana, hvað er það í hindúanum sem eru þeir með eitthvað svona? Náttúrulega hindúismin er svo rosalega fjölbreyttur sko, en við getum alveg fundið stefnur innan hindúisman sem eru svipað þenkjandi og íhaldsamir sem evangelistar og rómsk-kaþólskir sko. Og síðan náttúrulega eru þarna dæmum fólk sem eiga maka sko, eiginkona J.D. Vance er hindúi, eiginkona Kaspar Patel er kristinn evangelisti, þannig að þarna getur líka verið sko fjölskyldu sambruni sko. Fjölmenningarsamfélag þeirra enga líf. En það sem ég var að leggja í upphafi, að þegar Marco Rubio kemur sem er kaþólki, þegar hann kemur með þennan boðskap, við eigum sameiginlega menningu, við eigum sameiginlega sko sigurför, og talar undanfarin 200 ár og inn í þeim eru sko nýlendutíminn, sem svona sönnum þess að við drottnuðum yfir heiminum og sýnir yfirburðu okkar. Því að reyna að endur segja þetta ekki svo nákvæmlega. Hann kemur með þennan boðskap til Evrópu. Þetta er ekki, maður sér ekki sko kristilega demokrata í Evrópu sko tengja við þessa sögur sko. Alls ekki sko. Þar eru menn sem hafa gert upp við nýlendutíman eða reynt að gera það og allt þar, en þessi menn koma bara út úr einhverju, ég veit ekki hvaðan sko, bara út úr 19. öldinni. Sko, hann er þarna að tala í raunin á grundvelli nýju þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna sem snýst það að ná tengslum við ultrahægri sinnaða, nánast fasíska stjórnmála flokka vísvegar í Bandaríkjunum og líta á lýðræðisríkin í rauninni sem mesta ógnina við Bandaríkin og þau gildi sem makarhreyfingin stendur fyrir. Þeir eru, það verður að segjast eins og sko að þegar maður hlustar á Trump og þá sem standa honum næst í makarhreyfingunni, að þegar þeir
að tala sína veruleika sín og þjóðfélags sín, þá hún án miklu meira skilt við fasisma nokkuð tíman en lýðræðishyggju. Og ég nú vel að lesa ýmsa bækur úr þessari átt, eins og ég nú talaði áður þessi hérna bók Unhumans, sem J.D. Vance skrifar upp á hérna sem gríðarlega mikilvæga, og Donald Trump yngri og Michael T. Flynn fyrrverandi þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna, og Steve Bannon skrifar formálan fyrir. Þetta bara hrein fasísk bók með fasíska veruleika sín, það sem hetjurnar eru Pinochet og Franco í Spáni, Pinochet í Síle, og Rómakeisarar og Napoleon Bonaparte, og Unhumans allir þeir sem eru flokka sem vinstri menn eða á miðjunni, og bara nafnið svona eins og fasismin endar á að skilgrina hluta hópnum sem hann til ekki hópnum og þar lendir hún að rétt verða. Já, og bókin gengur út á það að þegar út að annar borðbúna það að segja hægri maðurinn, þá ekki að tala íhaldsmenninu, þeir nýtsami sakleysingjar, einfeldningar á hægri kantinum sem þarf að hafa vit fyrir, en sko þeir sem eru eins og Franco og Pinochet, hetjurnar, þegar að slíkir einstaklingar komast til valda eins og til Bandaríkjanna, þá eiga að beita öllum meðulum til þess að viðhalda völdum, og þá hafa þeir fyrirmyndina til þessara allræðis sinna. Og í Suður-Ameríku eru fyrirmyndinar það að taka vinstri mennina, setja upp í þyrlu, fljúga þeim og hafa út og henda þeim út. Og þetta dæmi með þess að notað og því hampað í þessari bók hérna. Þetta svakalegt. Þannig að stóra spurningin nú framundan, hvernig ætla þeir að haga kosningunum, þingkosningunum síðar á þessu ári, hægt að treysta þeim í þessum efnum. Hérna, og að þú nefndir þarna gaggrínina, þið muniði í fyrra þá tók varaforsetinn sérstakt dæmi af skoðunarkúgun á AfD, Alternative for Deutschland, og það sýna það að væri dæmi það að það væri ekki málfrelsi í Evrópu. Þarna hann að gaggrína stjórnarskrá Þýskalands, sem að eftir lærdóm nasismas með ákvæði því þá mátti ekki reka stjórnmálastarfsemi sem að gengur út á það að hluti af landsmönnum séu óæðri. Það það sem ástæðan fyrir það alltaf að vera að rannsaka æskulýsfylkingin hjá þeim komið með eitthvað svona takmarkanir á starfsemi, og það alltaf að vera að rannsaka líka móðurflokki, þessi stórflokkin. Það vegna þess að þetta í stjórnarskránni að þú mátt ekki vera með stjórnmála áróður sem gengur út á það að hluti landsmanna eigi ekki að njóta sömu borgaralegra réttinda og ekki sömu mannvirðingar og aðrir. Og það það sem að þeir eru að gagnrýna að sé brota á tjáningafrelsi, sem bara... Sko, samkvæmt þessari bók svo sem ég vísa aftur í hana, þá á tjáningafrelsi að vera, málfrelsi að vera algjört meðal þeirra sem mennskir. Það gildir náttúrulega ekki það sem ekki mennskir. Nei, þeir eru þingir. Herðu, þá kemur þrautin til stjórnmálafræðingsins. Þeir mæta þarna aftur til Evrópu, og Bannon búin að vera að reyna að mynda bandalag þessara flokka, og Musk var stór fjárhagslegur bakkjarl á mótmælum Robinson í hvað ætla sé svona 4-5 mánuði síðan það var í London, og deilt það hvað voru margir, líklega yfir 100.000 manns, 110.000 manns. Ég held að Sigmundur Davíð það væri 3 milljónir eftir Robinson. En þeir koma aftur til Evrópu, eiginlega með þennan boðskap, þetta útflutningur á bandarískri hvítri yfirburðaríkju, að það sé eiginlega eina leiðin sem getur bjargað Evrópu og gert Evrópu sem verðugan bandamann Bandaríkjanna. Þetta söluvara sem að einhver í Evrópu getur keypt? Já, sem betur fyrir það nú ekki mjög stór hópur, en dálítið að popúlistunum kaupir þetta. Við sjáum nú hins vegar að hófsamari popúlistar eins og til dæmis Meloni á Ítalíu kaupir þetta ekki með sama hætti, en ef við fjöllum aðeins þessar stóru línur sem við vorum að tala sko, þá hefur náttúrulega þó að bandarísk menning reki mjög margt til Evrópu, þá hefur bandaríska menningin og bandaríska þjóðfélagið eins og hefur þróast alltaf verið í mikilvægum atriðum öðruvísi heldur en vestur
Evrópa. En það sem að þessi ríki áttu sameiginlegt, eða sem því að Evrópa átti sameiginlegt með Bandaríkjunum, lengst af eða alveg framundir svona síðustu tíma, voru tiltekin sameiginleg gildi og ekki síst lýðræði, tjáningarfrelsi og svona hefðbundin mannréttindi. Breytingin sem við höfum séð í Bandaríkjunum og sem hefur orðið skýrari núna á seinna kjörtímabili Trumps en á í rauninni töluvert eldri rætur í þjóðfélagsþróuninni að minnsta kosti í 20 ár, jafnvel lengur, að þar hefur þróast svona pólitísk kúltúr eða pólitísk hugmyndafræði sem að meðal annars kristallast auðvitað í athöfnum Trump-stjórnarinnar, talsmátanum á Trump og hans mönnum og ekki síst í þessari nýju þjóðaröryggistefnu Bandaríkjanna. Þar kemur bara eins og Bjarni var nú að tala svolítið, þar bara dregin upp allt önnur heimsýn heldur en heimsýn Evrópumanna. Og þarna bara ráðist af fullkominni heft á grundvallargildi sem að flestir bæði vinstri menn og hægri menn í Evrópu hafa aðfylst áratugum saman. Þeir mega ekki heyra minnst á velferðaríki. Þeir eins og þú nefndir þeir styðja fasíska eða hálffasíska flokka í Evrópu og því miður hefur þróunin í Bandaríkjunum verið í þá áttina að fleiri og fleiri eru líka ástandinu núna í Bandaríkjunum undir Trump við svona millistigsárin í Evrópu. Það er að segja að það séu meiri og meiri fasísk eða hálffasísk einkenni að koma fram. Og þegar að Vance flutti þessa ræðu sína fyrir hvað ári eða svo þá hrukku Evrópumennirnir algjörlega í kút. Þeir vissu eiginlega ekki hvað þetta væri og þá voru Evrópumennirnir ennþá meira og minna með þá polísíu að eina leiðin til að fást við Trump væri að skjalla hann, flaðra upp hann og reyna að láta hann valda eins litlum skaða og hægt væri. En þessi ræða Vance, margir enda litur svo á að þetta væri nú bara einhver sérkennileg uppákoma, en Vance var í rauninni bara að tala fyrir þeirri nýju hugmyndafræði, þeirri nýju veraldarsýn sem stjórnvöld í Bandaríkjunum aðhyllast núna og minnir óþægilega margt á fasisma. Það sem Rubio gerði... Við verðum að hafa í huga að Bandaríkjamenn eiga svona sína eigin fasísku rót sem að næri til Ku Klux Klan og alls konar svona hugmynda sem hefur verið í Bandaríkjunum. Þeir þurfu ekki að fara til Evrópu og kópir hana. Þeir eiga sína heimaræktaða fasisma. Já, en það nú ekki fyrst og fremst bundið við Ku Klux Klan og Suðurríki? Það má rekja þetta í svona stjórnmálarhreyfingur sem urðu til. Já. Og hafa loðað við hugmynda stjórnmálinn eins og til dæmis að þeir, ef þú tekur til þessu McCarthyismin hefur óhugsandi nema rætt þessar rætur Já, en þá var hins vegar það er ágætt á nefnir McCarthyisman vegna þess að hann var birtingarmynd svona einhvers konar hálffasisma en á þeim tíma var hann barinn mjög hressilega niður og mjög glæsilega af honum þarna hinum fræga blaðamanni hvað heitir hann nú aftur? Hefur enga sómakennd. Já. Það er hálfsetningu. Já, með einni setningu. En það sem að Rubio gerir þegar menn klöppuðu kannski fyrir honum en það var nú klappa miklu meira fyrir öðrum, til dæmis Zelensky og Evrópumenn eru nú ennþá þannig að þeir sína nú stundum dálitla kurteisi. En og kannski voru einhverjir þarna í salnum sem voru bara svo ánæðir með það að tónnin í Rubio var miklu kurteislegri heldur en í Vance, að menn klöppuðu kannski þess vegna. En þegar menn fóru að greina inntakið í ræðunni, þá sáu menn að þetta var nákvæmlega sama vínið
á kannski bara örlítið kurteislegri belgjum. Og núna held ég bara, var ég að lesa í gær eða í dag, sko frásagnir af fundi sem að hann Lindsey Graham, öldungadeildarþingmaður og einn af þeim sem að flaðrar hvað mest upp Trump, að hann átti fund með Jens Frederik Nielsen frá Grænlandi og Mette Frederiksen frá Danmörku og samkvæmt þessum fregnum misti hann þar algjörlega stjórn á sér, hellti sér yfir þau tvö með orðbragði sem að minnir sannarlega á það sem Trump segir sjálfur og minnir líka á það sem að J.D. Vance sagði fyrir ári. Þannig að hafi menn haldið að ofurlítið meiri kurteisi Rubiós hafi merkt eitthvað, að þá var þetta nú dæmið að og reyndar heildar myndin svo að það hefur ekkert breyst. Það sem að fyrir þessari stjórn í Bandaríkjunum vakir, eða það sem þeir vilja gera, að koma hálffasískum eða fasískum öfgaflokkum til hægri, til valda í Evrópu. Þeir vilja rústa þeirri þjóðfélagsskipan sem að Evrópumenn voru að byggja upp alla 20. öldina, þessu samblandi af markaðskerfi, velferðarkerfi og lýðræði. Og segja núna til þess að krafan auki framlögi til hernaðar sé hluti af þeirri aðgerða grafunda velferðarkerfi við Evrópu. Ég segja þetta bara, nú er bara að byrja að segja þetta. Já, ég hafði nú ekki heyrt það sko, en hérna, þeim hefur allavega einhvers að vera peningarnir að koma, ég meina þeir vita það. Ástæðan fyrir því að Evrópa hefur haft velferðarkerfi sem verði alltaf að nudda okkur upp úr að það sé miklu betra heilbrigðiskerfi þar, það að við höfum borið alla kostnað af öryggismálum. Þannig þeir hafa gert þetta í skjóli þess. Nú sá tíminn bara liðinn, þannig að nú mun velferðarkerfið í Bandaríkjunum, í Evrópu hrynja. Þetta er maður að heyra í spjalláttunum í dag. Það mætti nú kannski nefna að upphafsmaður velferðarkerfisins í Evrópu var nú sjálfur járnkanslarinn Bismarck í Þýskalandi og hann kom því á til að reyna að draga úr fylgisaukningur sósíaldemókrata. Ég hef nú ekki miklar áhyggjur af því að þessar spár þessara hægri mann í Bandaríkjunum rætist. Já, þeir horfa núna á það og líklega þeir þekkja söguna líka, að þeir horfa með því að draga úr velferðarkerfinu, þá verður meiri félagslegu upplausn og þá munu flokkar eins og AFD á völdum. Það er alveg hugsanlegt. En má ég aðeins staldra þetta, hvernig gætu þessi menn verið að hugsa? Þeir komin alltaf út úr repúbliknarflokknum þar sem þeir hafa náð flokknum eiginlega undir sig. Það var ekki þannig að afgerandi meiri hluti þeirra sem að kursu repúbliknarflokkin kannski fyrir 15 árum eitthvað hafi viljað fara þessa leið. Það hafa byrjað með teboðshreyfingunni og öðru slíku, þannig þeir ná hægt og bítandi völdum í flokknum og nota þau völd sem þeir fá í gegnum það til þess að koma sinni stefnu á framfæri, finna síðan Trump sem er ótrúlegt stjórnmálalegt fenómen og ná þar völdum, læra það eftir fyrra kjörtímabilið að ef þú fær völdin þá átt að nota þau í kvelli og þess vegna er hann búin að vera eins og bara óður hundur núna í rúmt ár við að ná ykkur breytingum. Hann er byrjað að stjórna í hverju fréttastjórar á stóru fréttastofum, hann er að kæfa niður háskólana, hann er að bara standa fyrir gríðarlegum breytingum svona kannski eins og Erdogan eða svoleiðis kallar voru að gera kannski á 10-15 árum en hann að reyna bara að ná alveg í kvelli. Og þá veltum maður fyrir sig að þetta erindera til Evrópu. Getur verið þeir horfa þarna erum við búin að Bandaríkjamenn byggðu upp gríðarleg áhrif í Evrópu, bara menningaleg áhrif og hernaðaleg og efnaðsleg áhrif og við erum bara kóngarnir á vestur heimi, vesturveldunum. Og nú fáum við völd yfir þessu. Þannig hvað ætlum við að gera við það? Auðvitað breytum við Evrópu. Og mér er alveg sama þótt að þú sett ekki sammálaði í eitthvað svona, bara hægt og bítandi, þá notum við völdin okkar til þess að mylja okkar stefnu áfram og mylja undan allri andstöðu. Ég bara fór að velta það þegar mér finnst það svo undarlegt að mæta þarna til München og tala svona. Það er alveg ljóst hvað þeir eru að reyna að gera og í rauninni þessi lýsing sem þú ert með er kannski ekkert fjarri sanni. Spurningin er hins vegar, eru einhverja líkur á því að það takist og ég hef satt að segja mjög litlar áhyggjur af því að þetta muni takast í Vestur-Evrópu
og þú lýsir líka því réttilega hvernig Trump hefur verið að gjörbylta ýmsum grundvallaratriðum í bandaríska lýðræðiskerfinu. En við verðum líka að hafa í huga að þrátt fyrir þetta, þrátt fyrir að hann hafi reynt að koma á alltaf því einræði framkvæmdarvaldsins, þá hefur komið í ljós að checks and balances sem að virka að vísu alls ekki núna eins og þau gerðu áður. Að ennþá eimir eftir af því, hann hefur verið að fá í hausinn dálítið af dómum sem að dæma hans aðgerðir ólöglegar og hann hefur orðið fyrir, fylgið hefur minnkað. Republikanarnir og strategista republikana les ég, þeir eru mjög áhyggjufullir út af kosningunum núna í haust á þingkosningunum og miðju kjörtímabili og eins og ég nefndi hérna einhvern tímann, þá margt sem að bendir til þess að það séu ýmsan hátt að fjara undan Trump meðal almennings og stuðningurinn við hann minni þar sem að og kannski sérstaklega athyglisvert að þegar almenningur spurður sko helstu stefnumálin og helstu málin sem að Trump hefur verið að framkvæma, þá það mikill minni hluti kjósenda sem að styður það. Þannig að hann, sko, stefnuframkvæmdin hefur ekki almennan stuðning meðal venjulegra bandaríkjamanna. En hann hefur valdið til að knýja henni áfram og þess að þú ert að tala að check and balances, þetta svolítið svo drónárás. Þau senda nógu mikið af drónum og þótt að einn og einn dómari stoppi hitt, það fer megna þessu í gegn, sko. Það fer heilmikið í gegn. Já, það þannig. En hann óttast eins og hérna, og þú nefndir það með sambandi við kosningarnar í haust, hann óttast almenning og maður sér það bara á hvernig hann talar og bara hollingun á honum eins og sagt íþróttamenn. Að hann óttast það, hann finnur það, hann getur ekki farið bjartsýn til kosninga. Þess vegna hann að leita annars konar leiða til þess að kannski koma í veg fyrir þær. Já, því vorum að tala makarhefingun og sko ég fór nú að velta því, ég nú ekki alveg klár á skilgreiningunni, en mér langaði samt til að vita hvað makarhefingin væri í rauninni stór í Bandaríkjunum og ég fann einhverja kannananiðurstöður sem að sögðu að það bil 40% kjósenda republikana litu sjálfir á sig sem makamenn. Þannig að miðað við það þá ætti svona 15 bandaríkjamanna að telja sig til makarhefingarinnar. Þannig að þó að hreyfingin hafi sko fengið gríðarlega áhrif, meðal annars vegna þess hvernig bandaríska kosningakerfið að þá þetta samt sem áður ekki nema innan við helmingur af kjósendur republikana og hérna mikill minnihluti bandaríkjamanna. Og ég var nú að lesa í Financial Times í morgun í framhaldi af þessu að hérna mörg stefnumál Trumps njóta ekki mikillar hylli meðal almennings. Að þar var ég að lesa grein sem fjallar viðhorf bandaríkjamanna, bæði demókrata og republikana, til þess vanda sem að gervigreindin skapar. Og nú það þannig að gervigreind og sú þróun hefur verið mikið búm eða uppsveifla í þeim geira, sumir halda vísu það sé bóla. En ég heyrði í viðtali að Nóbelsverðlaunahafinn í hagfræði Krugman heldur því fram að ef að það væri ekki þessi uppsveifla í tæknigeiranum, þá væri núna efnahagslægð í Bandaríkjunum. En ólígarkarnir í tæknigeiranum, þeir hafa náttúrulega lagt á það ríka áherslu að það megi engin bönd setja á þróun gervigreindarinnar og það megi ekki regluvæða nokkuð skapaðan hlut. Og þeir hafa ráðist harkalega að Evrópuríkjunum og Evrópusambandinu fyrir það að þau séu að velta fyrir sér og jafnvel byrjuð á því að setja þessum tæknir sem einhver bönd. Og Trump hefur algjörlega staðið
með þessum vinum sínum og lagt áherslu á að það megi alls ekki setja neinn bönd að þá muni Bandaríkin bara tapa kapphlaupinu við Kína. Hins vegar eru nýlegar skoðanakannanir sem að kom mér ánægilega óvart vegna þess að það var í fyrsta skipti í langan tíma þar sem ég sá niðurstöður þar sem að kjósendur demokrata og kjósendur replikana voru eiginlega alveg sammála. Þetta var mjög algengt hér á síðustu öld en hefur í þessari skautun meir og minna horfið. En þessar niðurstöður sögðu það að það bil 80% eða ríflega 80% demokrata og 80% replikana töldu nauðsynlegt að setja einhvers konar bönd á þróun gervigreindar og aðeins lægra kannski skiptir það bara engu máli. Heldurðu til dæmis að það sé yfirgnandi meiri hluti Bandaríkjamanna sem að vill draga úr bólusetningu banna? Þeir eru samt að gera það. Ég kann ekki tölur það. Það er bara langt í frá. Já, þeir sem eru við völdin geta þröngvað í gegn minnihluta skoðunum og það er líka svo undarlegt og þess vegna skiptir máli hvernig samfélagið bregst við hvort að fólk bara þegi og ætla að býða þetta af sér. Því að svo gerist það þegar breytingarnar náður í gegn. Að þá getur það mjög erfitt að snúa ofan að þeim. Þú þröngur einhverju vitleysu í gegn og þá bara aðlagar samfélagið einhvern veginn að því og það er erfitt að snúa því við og ég meina þeir eru að gera alls konar aðgerði við að takmarka frelsi háskóla, þeir eru hættir að styrkja til alls konar hluta, þeir eru bara að styrkja það sem að styður stjórnarstefnuna, þeir eru að krefjast þess að keppendur í bandaríska landsliðin og skíðum síni Trump tryggð, ekki bara Bandaríkjanum. Epstein-skjölin gæti mögulega samt sundrað makarhefinguna einhverju leyti og krafið undan fylgi við Trump þar. Það er alveg rétt og það er líka þetta sem ég er að nefna og það er það sem að sko ekki bara ég er að segja heldur strategistar hjá repúblikunum er að segja þetta gervigreindarmál getur verið sprengiefni. Það er auðvitað rétt sem þú segir Gunnar Smári að sitjandi stjórnvöld geta keyrt í gegn alls konar málefni bara nýfrjálshyggjan var keyrðin í gegn lækka skatt á einn ríku það var ekki aldrei fylgi við það fella niður eignaskatta á ríkt fólk, það var aldrei fylgið við það. Það var nú til fjölmargir sem trúðu til dæmis. Innleiða gjaldtöku í heilbrigðiskerfinu, það var aldrei meiri hluta stuðningu við það. Ég meinar, við verðum nú að segja hvar og hvenar. Henda verkamannabústaðakerfinu, það var ekki stuðningu við það. Nei, við vorum nú að tala um Bandaríkin en ekki stjórnvöld meiri segja hér geta þröngvað í gegn sínum málum þóttu njóti sáralítil stuðning. Almennt get ég sagt þetta, auðvitað er hægt að finna fjölmörg dæmi þetta. En almennt get ég vísað í bandarískar rannsóknir sem ég las fyrir einhverjum árum og skoðuðu svona 60-70 ára tímabil í Bandaríkinu þar sem til voru sem sé kannananiðurstöður viðhorf almennings á öllum þessum tíma og það var síðan tengt því sem gert var í stjórnmálum og það var heilmikil fylgni þar á milli. Það var ekki undantekningarlaust en venjulega sem sé þá í lýðræðisríkjum þá hafa flokkar tilhneigingu til þess að fylgja almenningsáliti. Þeir sem ætla að sækja afsitt til kosninga og núna er svona ýmislegt sem bendir til þess að Trump sé að leita leið að komast hjá því. En eitt annað sem að stjórnvöld geta gert, það er að gera það óbærilegt fyrir könnunarfyrirtækin að gera þessar kannanir. Og Gallup er hægt að mæla traust á Donald Trump. Já. Eftir 80 ára á sögu. Algjörlega, það er algjörlega rétt og ég var einmitt að lesa Nate Silver sem að taldi að ástæðan fyrir því væri líklega svo eftir einkafyrirtæki og aðalega reyndar í öðru heldur en þessum fylgismælingum en að þeir höfðu bara verið hræddir við Trump. Þeir eiga gríðarlega hagsmuna að gæta, þeir hafa gríðarlega mikið að tekjum Gallup fyrirtækið af verkefnum sem við vinna fyrir stjórnvöld og þeir hafi verið skítrættir við að missa það. En það sem ég ætlaði að segja, Smári, varðandi þetta með gervigreindina, að ég er ekki að spá því að Trump muni skipta skoðun og það verði farið að reglubinda
sem sé að setja einhver bönd á þessi gervigreindarfyrirtæki. Það sem ég er að segja er bara það að inn í makarhefingunni er að mér skilst umtalsverður hópur sem að er hræddur við gervigreindina. Repúblíkanarnir eru hræddir að það sé hægt að virkja þetta afl ekki til þess endilega að koma í veg fyrir eða verði til þess að Trump bara setja bönd á gervigreindina, heldur geti þetta orðið til þess að tölverður hópur af fylgismönnum repúblikanana svíki í kosningunum núna í nóvember. Þannig að þetta mál og mörg fleiri geti orðið til þess að repúblikanarnir tapi mjög illa í kosningunum í nóvember. Ég var að hlusta á Krugman líka. Krugman heldur því fram að afleiðingarnar af þessum Big Beautiful Bill þýðir það að núna bara, mér skilst tiltölulega fljótlega muni 24 milljónir Ameríkumanna missa þær tryggingar eða bætur í heilsukerfinu sem þeir hafa haft. Ef þetta er rétt, þá hefur það auðvitað að Ameríkumenn kjósa nú oft með buddunni að þetta væri auðvitað mikið áhyggjuefni. Það er allt sem bendir til þess að sveiflan sé mjög frá repúblikunum og ef það væri farið í kosningar bara að óbreyttu, að þá myndu þeir mögulega bara tapa efrideildinni líka, sko. Það er náttúrulega miklu erfiðara fyrir þú að tapa efrideildinni. Já, það er meira sig að ef þú tekur sveifluna. Já, það er alveg hugsanlegt. En varðandi þetta með andstöðuna og það sem er að koma í gegn, ég nefndi nú heilbrigðisráðherrann sem er að setja margt skrítið í gegn og það er svolítið byggt á, ekki á vísindum beint, það er bara byggt á einhverju sannfæringu hans eða ég veit ekki hvort það er njótið eitthvað svona sérsta stuðningsinn inn í maka. Einu sinni var þetta kallað hjátrú, en Bjarni veit kannski hvort það má nota það orð lengur. Það er skilgreiningatriði, sko. Og þeir telja að vera bara það mikilvægt að ég þarf ekki að vera að spurja hvað almenningur vill, ég bara kem þessu í gegn. Já, sko, það var náttúrulega tölverð tortryggni meðal evangelískra hreyfinga gagnvart valdskipunum að ofan frá demokratastjórninni í tengslum við COVID. En mér sýnist ekki vera svo mikil andstæða gagnvart nútíma lækningum eða bólusetningum þar. Það má alltaf finna dæmi slíkt en sko ég held að það sé ekki þar er ekki sérkenni evangelistana að ræða sem Robert Kennedy sækir stuðning til. Þetta er frekar í þessu tilfelli þegar komin út í austræn trúarbrögð það sem er algengt að verður algengara að bólusetningar séu litnar hornauga. Þeir sem aðhyllast það sem kallast háspekkirhreyfinguna, New Thought, Christian Science og ýmislegt svoleiðis í Bandaríkjunum, gamla metafysiskar stefnur sem eiga rætur og reykja aftur til 19. aldar í Bandaríkjunum og samtvinnast árið til nýaldarhreyfingunni á sínum tíma að þar er meira frekar stuðningurinn gagnvart þessum breytingum. Ég var að taka þessum dæmi það sem að þessi stjórnvöld eru að koma í gegn breytingum sem er ekki þannig að það hafi verið einhverjar meiri hluti þjóðarinnar að kalla eftir þeim, bara langt í frá. Það er algjörlega rétt hjá þér. Herðu, en varðandi þetta hvort að þeim takist, sá sem er að reka stefnu sem að nýtur auðvitað ekki mikils fylgis, en er komin með völdin til þess að gera það og getur breytt samfélaginu, þannig að og við erum svolítið verið að tala við fólk sem býr í Bandaríkjunum og þeir segja að þessi er stóru undarlegt að fylgjast með þessu, hversu fáir raunverulega andmæla og hversu fljótt fólk er að bara aðlaga sig að þessu og muldrar eitthvað í bringuna og eitthvað svona. Og að því við erum að tala svona út frá kristninni og það hlýtur að vera að mörguleyti enn meira óþolandi fyrir kristinmann að hlusta á þetta.
Það ætti að vera það. Þetta verður það. Og þá velti verið, að því maður, þú veist, við getum svo sem hort á sko demokrataflokkinu og vonaðist þess að hann rísi upp eitthvað, en hann líklega bara að bíða eftir því að Trump tapi kosningunum, þannig að hann að reyna að gera sem minnst eiginlega, svona bara að reyna að svona vera farvegurinn sem að atkvæðin geti farið til okkar, það er verið ekkert að teygja sig ómikið eftir því. En möguleiki að það rísi bara upp innan sko kristninnar í Bandaríkjunum. Eitthvað svona ansvar við þessu. Ég heyrði eina góðan ræðu, hann heitir James Talarico, sem er í prófkjöri demokrata fyrir öldungadeildarsætið í Texas. Það sem að út af þessari sveiflu að þá eru þeir allir að fara að gæla við það þeir gætu mögulega ná þeir getur náð Texas sem að þótti fyrir einhverju síðan bara ótrúlegt. Hann er ég held að það er ekki prestur, ég held að það frekar svona að við verið sko kennari í einhverjum svona hvað heitir þetta presbyterian eða öldungakirkjan. Já, hún er kalvinsk. Já, hann hafi verið þar og verið, en hann talar eins og klerkur og hann segir Þetta er viðtal sem að fer mjög víða núna vegna þess að hann Colbert tók það og hann mátti ekki, Trump komið í þannig til leiðar að sjónvarpseftirlitið í Bandaríkjunum meina eða hafði samband við stöðuna og lögfræðingarnir ráðlögunum að sýna þetta ekki, þannig að viðtalið var bara dreift á YouTube sem er svona enn eitt dæmi hvernig ritskoðunin og ofan hægt og bítandi byrjað að hafa mikil áhrif í Bandaríkjunum. Og hann talar svolítið að þetta er menn sem hafa tengt kristina baráttu, fyrst og fremst við baráttu gegn þungunarofi og giftingu samkynhneigðra og transfólki. Jesús talaði ekki neitt, aldrei hvort af þessum málum, aldrei. En hann sagði okkur að við ættum að standa með hennum veika, hennum fátæka og hennum sem eru hennum ókunnar sem kemur rakin til okkar. Við höfum að sinna því. En þessi stjórnvöld eru einmitt að kenna okkur að gera ekkert af þessu. Þannig að mér fannst þetta að vera svolítið sterkt hvernig hann kemur og reynilega gaggrínir þessa hreyfingu sem að telur sig vera málsvara kristinnar eiginlega bara með því að stilla sig upp við hliðina á Jesú. Sko það er engin skortur á kristnum einstaklingum og kristnum hreyfingum sem eru á móti Trump í Bandaríkjunum og kristindóminn er náttúrulega miklu stærri en evangelismin nokkuð tímur og jável evangelismin þó að það sé veruleg slagsíða með Trump þar að þar eru líka þungavíkt aðila sem er algjörlega móti Trump. Til dæmis Christianity Today, tímariti sem Billy Graham lét stofna á sínum tíma. Það gagnrýnir Trump bæði fyrir forsetatíðinni og núna það er iðulega að gagnrýna Trump og makareyfinguna. Þetta er mikilvægasta tímarit evangelist og sérni tók ég með líka hérna bók eftir evangelíska baptista prestin, hann reyndir í Helgunsteini, Patrick Kanke, sem er búin að skrifa nokkra bækur gegn makarhreyfingur og er með til dæmis YouTube-rás, það sem hann er mjög duglegur að ræða vandan við þann kristendóm sem makarhreyfingin stendur fyrir og að kalla fólk líka í viðtal hjá sér til þess að ræða þessa hluti ekki síst úr evangelismannum og hann er alveg svarinn anstæðingur Donald Trumps og segir að þetta sé ekkit annað en bara trúvilla sem þessi hreyfing stendur fyrir. A Christian Case Against Donald Trump heitir þessi hérna bók. Svo, en er það raunveruleg hreyfing sem hefur afl í Bandaríkjunum til þess að verða mótvægi við? Já, sko, ég er að segja evangelismin er ekki einsleitur og hann getur alveg sundrast enn frekar. Það hefur aldrei verið allir sem hafa fylgt Trump að máli þar og þó að fylgið þar hafi verið rosalega mikið, þá er alveg fræðilegu möguleik að það eigi eftir að draga úr því. Á móti kemur að þar hafa komist til áhrifa á síðari áratugum ákveðnir kennimenn sem hafa mótað ákveðna hugmyndafræði bandarískt þjóðfélag, hvernig það eigi að vera á kristnum forsendum sem í rauninni
hefur ýmis fasísk einkenni, það má segja þetta eru sértrúar þenkjandi einstaklingar sem vilja brjótast úr viðjum þess sem trúarbragðafélagsfræðingar hafa skilgreint sem sértrúarsöfnuð sem aðgreint fyrirbrigði í samfélaginu og vilja ná yfirráðum þannig að sértrúarsöfnuðin verði Durkheimís kirkja, henni eina trúarstofnunin sem samofin samfélaginu og drottnar yfir öllu. Sértrúarhópar ekkert endilega fókusir inn á við, þeir geta verið byltingarsinnar, geta vilja ná völdum. Þetta hljómar svolítið eins og makahreyfingin og tilheyrandi. Já, hérna til dæmis ein mjög forvitnileg bók sem gefin út af kalvínskri bókaútgáfu í Bandaríkjunum, þarna Westminster John Knox Press, gerist alla kalvínskari. Hún eitilhörð gagnrýni á Trump, heitir The Seven Mountain Mandate eftir háskólaprófessor orðræðugreiningu Matthew Bóti, það sem hann að draga saman þessa grundvallar hugmyndafræði guðfræðilegu sem mótar makarhreyfingarna og að lýsa því á hvaða hátt hún í raunin fasísk og andlýðræðisleg. Þessi einstaklingu Matthew Bóti. Ég held að þú ert með þetta með 7 fjöll eða hvað þú kallar þetta. Ég held að fólk eigi að kynna sig þessar kenningar til þess að skilja af hverju hann fer í árásir samtímis á fjölmiðlana, á háskólana, reynir að breyta hvernig leggur niður menntamálaráðuneyti sem að sá barnakennsluna. Hvernig hann ræðst á allar öll þessi fjöll. Þetta svona skilgreint til þess að ná völdum í samfélagi, þá að ná völdum á öllum þessum svæðum og ástæðan við töpuðum, segja þeir, var að hinir komust og náðu völdunum í Hollywood og þess vegna talaðir maður heyrir með þess að fólk á Íslandi enduróma það að háskólarnir séu raunverulega áróðusmaskinu fyrir tiltekna hugmyndastefnu. Þú veist, þú heyrir þetta í íslensku umræðu. En þetta komið út úr einhverju svona ótrúlega klikkaðri kristinni delluhugmynd úr einhverjum sértrúarsöfnuðum, grunnurinn í þessu. Þannig að ég held að það sé mjög erfitt að slíta þessar hugmyndur kristina og hvernig þessa heimsmynd þeirra frá stjórnmálabaráttunni sem þeir að heyja. Ég held nú að svona fasismi og hálffasismi eigi sér nú fleiri rætur heldur bara einhverjar trúarhefingar eða sértrúarsöfnuði án þess að ég sé mjög sérfróður það. Nei, en ég að segja hvernig taktikinn þeirra birtist og ákveður þeirra ekki áherslu á svipmótið á fasismannum kemur stóru leyti út úr þessum hugmyndaheimi. Kristna angina makarhreyfinguna, evangelismin byggir á þessum guðfræði túlkunum en það hins vegar, og þetta réttlætt með þessum guðfræði túlkunum, en hins vegar það alveg rétt að ræturnar miklu dýpri og eldri til þess First American hreyfingin á millistríðsárunum í Bandaríkjunum náttúrulega ákveðin bakgrunn þarna og hann ekkert endilega svo trúaleg hreyfing í rauninni. En það eins og með háskólana því ég tók þessum dæmi að það sé gróðrast í að fyrir hugmyndafræði sem að grefur undan inn í réttu hugmyndafræði okkar. Þetta eiginlega beint upp úr þessum kenningum, Meðal annars, það menntastofnanir eitt af fjöllunum sem það þarf að sigra og það sem líka einkennir dálítið mikið evangelíska angan sem styður Trump að setja þetta í samhengi svona andlegs stríðs. Það er litið svo á að það séu ill öfl, það séu illir andar sem stjórna öllum sviðum mannlífsins og öllum stofnum mannlífsins og fyrir allnokkrum áratugum voru ákveðnir áhrifa aðila þarna innan evangelismas sem fóru að kortleggja það sem þau töldu að væri þessi illu öfl og úthugsa leiði hvernig væri hægt að brjóta niður með skipulögðu bænahaldi og bænagöngum og öðru slíku og makarhreyfingin rosalega upptekin af þessu evangelíski hlutin af henni og þegar við hlustum á
forystumenn makarhengar. Þess vegna Trump sem ekki svo kristilega þengjandi og þá sem standa honum næst, að þeir eru ítrekað að nota þetta sama orðfæri sem kemur frá mönnum eins og C. Peter Wagner sem skrifa fjölmarga bækur á þessum efnum og aðal hugmyndafræðingurinn í þessum efnum innan makarhefingarna á sínum tíma þegar hún kemur fram að maður sér forystumenn núverandi republikanaflokksins eins og hann í dag mótar af makarhefingunni að þetta orðfæri það sem þeir eru að heimfæra hið illa upp á demokrataflokkin og alla þá sem þeir eru ósammála og stilla þessu upp í svona svartkvít sem andlegt stríð og svoleiðis, þetta allt saman tekið upp á þessu hérna. Já. Ég ætla að halda með þessa kenningu að það sé gott fyrir ykkur stjórnmálafræðingar að lesa svolítið guðfræði. Ekki að ég draga út í því, þetta stórfróðlegt sem ég hef heyrt hérna hjá honum Bjarna, en auðvitað höfum við hins vegar líka haft fasískar hreyfingar sem hafa, því best ég veit, ekki byggt neitt sérstaklega á guðrækni. Ég held að nasismin hafi ekki byggt sérstaklega á guðrækni. Og ég ekki viss að Mussolini hafi líka heldur verið neitt sérstaklega guðrækin, þannig að þetta kannski hafi verið þarna einhver tengsl við kaþólskuna sko. En hins vegar þá vil ég nú segja það að svo ég nú aðeins út úr fyrir þér smári þá liggur nú við að þú sért að boða það hér að sigur fasismans í Bandaríkjanum sé nánast óhjákvæmilegur. Það sé engin andstaða, það neinu gagni, þar séu allir bara þegjandi og sitji undir öllum þessu. Ég vildi nú benda á að til að mynda bara núna nýverið, þá urðu nú mjög harkaleg mótmæli í Minneapolis gegn þessum morðum og yfirgangi ICE og ég sé ekki betur en að Trump hafi orðið að bakka með það, enda sína líka allar kannanir það að jafnvel þó að þeir sem að styðja aukna hörku gagnvart útlendingum, að þeim ofbýður með hvaða hætti þarna þeir farið fram. Og það eina sem ég að segja, það sem sé þarna mikil háskamerki á lofti og það alveg ljóst í hvaða átt Trump vill stefna. Það líka alveg ljóst að hann mun gera allt sem hann getur til þess að kosningarnar í haust fari ekki fram með heiðarlegum hætti. Það til dæmis verið að menn hafi verið í gerrymandering eða þessu að breyta kjördæmamörkum í hag republikanana. Demokratarnir hafa vísu núna nýlega svara því og bara verið að gera það sama og þar að auki núna í gangi frumvarp og hefur reyndar lengi verið herferð republikana sem að miðar að því að þrengja kosningaréttin með því að gera harðari kröfur til dæmis að menn þurfa að sýna skilríki eða eitthvað þessar sem okkur finnst náttúrulega ekki skríti hér og bara sjálfsagt krafa og þurfa að sýna ökuskírteinið þitt við, en það bara allt öðruvísi í Bandaríkjunum. Það bara allt, í rauninni að gera allt sem þeir geta til að þrengja kosningaréttin vegna þess að þeir vita að það eru þeir sem minnst mega sín sem eru líklegastir til að detta þá út og þeir hafa verið eru ekki sérstaklega kjörlendur Trumps. Hvernig hafa breytt kjördæmunum og það svolítið að koma í nakkan á þeim af því að þá gengur út á það að hafa svona sæmilegan meirihluta republikanna og taka svo alla demokratana og láta þá bara vinna þessi kjördæmi bara 90%. Ef að sveiflan eins mikil hún núna þá getur þetta hrunið. Það nema 5-6% þá bara getur þetta hrunið, þá getur þetta mist Texas bara. Algjörlega, þetta nefnilega þetta það eina skemmtilega ég held að ég verði að fá okkur bara aftur. Ég komið með það verkefni að ég ætla að tengja stjórnmálafræðina aðeins við guðfræðina. Ég held að við séum komin inn í svona klerkastjórnir það sem að bara holdt fyrir ykkur í stjórnmálafræðinu að tegja ykkur svolítið aftur. Líklega eru þið komin út úr guðfræðinu eins og allt annað, ekki? Já, ég nú við eigum nú elsta stjórnmálafræðin nú held ég
sko, pólitíska heimspekin er náttúrulega Platón og fleiri, sko, en það var Aristóteles sem var fyrstur með svona empíríska stjórnmálafræði þegar hann var að reyna að greina hinn ólíku stjórnkerfi og auðvitað í 3 meginflokka eins og allt fylgir þeirri heilugu tölu. Það hljóma kannski eins og ég sé að reyna að þröngu ykkur inn í raunveruleikann. Að það er mikilvægi þessara kenninga sem að drífa þetta fólk áfram. En ég hlusta mikið á þessa menn. Ég hlusta mikið á Bannon og J.D. Vance og Trump og okkur fleira. Og það er bara það sem er drifkrafturinn, vélin, ef þetta væri í leikhúsi, það sem að knýr persónunar áfram. Það á allt eins mikla rætur í þessu eins og fascisma. Og hvernig þið notið þetta, hvernig þið stilla upp átökunum í samfélaginu, að ég held að sé ef við ætlum að verjast þessu, að þá er gott fyrir okkur að setja okkur inn í þetta. En eiga þeir ekki ýmislegt sameiginlegt líka með Dr. Joseph Goebbels? Í sem áróðursmeistarar? Þú ert að tala um áróður, þú ert að tala um orðræðinu, það ekki? Og hvernig þeir tala. Ég finn að stundum er maður að hlusta á þá vera með svona greiningu á stöðu heimsins, það eru mikið í því, en þú nefndir hann að Bannon sem eiginlega getur ekki opnað munnin á þess að vera bara með allan heiminn undir, sko. Hann er bara einu eilífu átökum, góðs og íls, þau eru bara úrslit og orðstanlega rétt handað við hornið. Það er náttúrulega verulegu kjarni sem að Bjarni var orða hérna áðan, sko, að menn taki öðlist eða fái þá lífssýn að þeir sjá fjandan í hverju horni. Það er að segja að það eru ill öfl og það er í rauninni, ef þú lest þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna núna þessa nýjustu, þá er bara verið að tala um þau illu öfl sem að séu að rústa Evrópu. Og hvaða illu öfl eru það? Það er svo samfélagsgerð, þau mannréttindi sem að hafa þróast í Vestur-Evrópu og við Íslendingar trúum nú flestir að séu skástu kerfi í heimi, að minnsta kosti Norðurlöndin. Og þetta er að verða æ meira svona í Bandaríkjunum að óvinni mínir eru óvinnir bara Guðs og mannsins og eiga þar alveg ekki neitt gott skilið. Og mér ber eiginlega að nota öll tæki til að kveða það niður. Já. Þannig er... Nú erum reyndar að benda á að núna í apríl verða kosningar í Ungverjalandi og þar er nú hugsanlegt að Orbán hrynji loksins. Ég var að vísu að skoða það að skoðanakönnunum ber alls ekki saman í Ungverjalandi. Munar sko, það er hímin og haf á milli þeirra. Ég sá flokkun annars vegar það sem voru skoðanakannir sem að studdu ríkisstjórnina og þar var Orbán með góðan meirihluta. En það sem kallað voru óháðastofnanir og þeir sem studdu stjórnarandstöðuna, að þar var hann að tapa mjög illa, þannig að meðaltali þá var hann svona, var þetta nýjafnt. En það er sem því dæmi að þetta er ekki eintóm sigurför hjá populismanum, þó hann hafi unni mikla sigra. Við tapaði öllu kostingum, við töpuðu að því við nefndu Texas, þá voru að missa hann að öldungadilda þingmann í Texas fylki, sem að sveiflan þar var upp á held ég 23%. Á fylkisþinginu. Það var stórmerkilegt. Já, það var það var að vísu lítil kjörsókn. Það var þetta er ekki Sega í Portugal, formaður þar fór í forsetakjör og galt afhróð á móti og ég meina það er ekki ég meina populistar töpuðu ekki kosningarnir í Hollandi. Nei. Og þeir unnu ekki forseta Írlands og maður bara til það kosningar sem hafa verið undanfarið. Þá er ekki hægt að benda á neina kosningar utan Bandaríkjanna, fyrir utan Argentínu og var ekki El Salvador, þar sem að lið Trump hefur unnið. Það er eiginlega... Nei, stórsigrarnir í Evrópu sko eru, menn gleyma því stundum sko, eru kannski að flokkar þess að tægir að fá 20, 25 og jafnvel 30% og það eru þetta heilmikið, en ef það eru 30% þá eru 70% sem ekki. Herðu, ég ætla að þakka ykkur fyrir að koma hérna og tala um Trump svona, þetta er svona aðeins öðruvísi en við erum stundum með, en þannig á þetta að vera, við erum þetta vikulega. Ég ætla nú að ræða við ykkur hérna á eftir hvort að ég fengi ykkur aftur til þess að halda þessari umræðu áfram. Við finnst hún ekki alveg tæmt, Bjarni Randver og Óli Þótt, kæra þakkir. En við ætlum að snúa okkur að ykkur allt öðru hérna við rauðaborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kafli er eftir augnablik.
Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Alþýðufélagið er eigandi Samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að Samstöðinni. Samstöðin.is